Númer 13, Íris Anna Gísladóttir. Númer 14, Valgerður Arnalds. Númer 19, Emma Brá Óttarsdóttir. Númer 20, Eydís Pálmadóttir. Númer 21, Bjarni Björk Reynisdóttir. Númer 24, Ingibjörg Eva Baldursdóttir. Númer 27, María Bryndís Elíasdóttir. Og starfsmenn eru þeir Guðmundur Árni Sigfússon og Sóldís Rós Ragnarsdóttir. Nú að liði Víkings, númer 2, Sara Sjálfreika. Númer 12, Anna Malla Axelsdóttir. Númer 5, Berglind Adolfsdóttir. Númer 10, Auður Brynja Sölvadóttir. Númer 11, Ester Inga Ulfsdóttir. Númer 15, Elísabet Ósk Ingvarsdóttir. Númer 19, Árna Eir Pálsdóttir. Númer 23, Díana Ágústsdóttir. Númer 26, Valgerður Elín Stóradóttir. Númer 27, Rakel Silvarsdóttir. Númer 29, Lína Bjarni Magnúsdóttir. Númer 55, Hafdís Súra Júra. Og starfsmennirnir Jón Brynjar Björnsson, Helga Lúðvíka Hallgrímsdóttir, Arna Freyja Ólafsdóttir, Erna Ásgeirsdóttir og Emilía Dögg Sigmarsdóttir. Dómarar eru Eyþór Jónsson og Hekla Ingvar Daðadóttir. Nú til að tryggja heiðarlegan leik gagnvart öllum þátttakendur leiksins, leikmönnum, dómurum og starfsmönnum og með handbolta íþróttunum í huga. Viljum við biðja ykkur áhorfendur góðir að styðja ykkar lið með háttvísi í hugann og sýna í öllum hugarfag gagnvart öllum handboltanum sem Takk fyrir og góða skemmtun. Jæja, þá er leikurinn hér hafinn. Leikur Víkinga og Frammu í Grill 66 deild kvenna. Þetta verður forvitnilegur leikur. Ungar og efnilega stelpur í Framliðinu sem hafa væntanlega verið að vinna einhverja titla í yngri flokkum á síðustu árum en er ekki tilbúnar í aðalið. Já, þetta er ráðleysislegt hjá Fram-stúlkunum en vel gert, frábær línusending inn á Arnbjörgu Bertu. Já, Hafdís stjórnar hérna traffíkinni á miðjunni, lætur Ingunni Maríu verja frá sér. Framstúlkur eru held ég með 14 stig í þessari deild fyrir þennan leik. Þeir eru svona aðeins fyrir ofan miðja deild. Já, frábært mark hjá Valgerði Arnalds. Já, Ída, þetta hefur við séð margoft í vetur.
3-0 hérna eftir 2,5 mínútu. Algjör doði og andleysi í stúlkunum hérna í byrjun. Það er nú ekki eins og komið mass, það er langt í sumafrí hjá þeim. Það er umspil í vor og svona. Þannig að það þarf aðeins að járna sig upp. Já. Frábær gabbreifing hjá Hafdísi Júru. Fiska þarna gott víti. Djúp og góð, einföld finta. Fyrir sjálf á punktinn. Og skorar að miklu öryggi. Já. Já, Mummi Fúsa, þjálfari Framstúlkna, kallar hérna bara einn hægri, væntanlega. Já, hérna kemur hún inn, hún Elín Ása og Valgerður. Aftur með gott mark. Hún er klók í þessum skotum sínum. Já. Auður Brynja. Maður hefði séð þetta oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Fer inn á miðju og setur hann upp í nær. Já, Mummi kallar hérna 2 strax. Og fer væntanlega Elín og leysir hann á línu, 2 hægri. Já. Jú. Og Valgerður. Já, keyrir upp á þar og Lóttu íta. Já, Ingunn í markinu var alveg búinn að lesa hvert hún ætlaði að skjóta. Já, Eydís með slagt skot og Becca Adolfs nær þetta boltanum. Já, þetta er fríkast, hárrétt hjá Heklu Daða. Jú. Já. Já. Já, hornið, vel spila stelpur og Berglind. Já, Berglind biður hana hérna fyrirgefningar. Já. Þetta á nú að vera 2 mínútna brottvísun samkvæmt nýju reglunum að það er skot í andlit. En það er svo sem engin að reyna þetta.
Já, Sara Reykdal mjög góðan varinn bolta hérna. Jæja. Já, glæsilegt skot hjá Ídu. Þetta náttúrulega bara veisla fyrir hana ef enginn stígur út. Já. Hún að eiga svolítið í erfiðleikum hérna á miðjunni hjá þeim, Eydís. Hún lætur boltan flæða vel en hún ekki að finna opnanir. Já. Vel varið á Söru. Já, hérna var nú skref líkt af þessu. Já, góð hugmynd hjá Eydísi. Náði ekki alveg að Já, þetta bara lið sem við eigum að vinna, segi ég fullum fetum. Og Ída Bjarklind með frábært mark, 4-4. Já, Árna Jóki hérna, Valgerður komin inn á miðuna. Og Elín með slagt skot, keyra hratt stelpur. Já, aftur yfir, boltan yfir. Nei, þetta ekki það sem við viljum. Nóða inn á línu í seinni bylgju. Já, ég gerir kröfu á stelpunnar hérna í kvöld að þær vinni, ná í 2 góð stig. Þannig að Já, ekki nóg gott skot í Hafdísi í millihæðina. Já, Valgerður óöppin hérna en gerir vel, keyrir yðurna milli 1 og 2. Þetta virkilega spræk og efnileg stelpa. Já, Ída með bylmingskot, óöppin. Þegar hún kemst á ferðina, þá þetta hörku skitta. Skotföst með hindæmum. Já, Díana stelur hérna knettinum og nær að koma honum yfir á Berglindi en misheppnuð sending. Allt í góðu stelpur, standa vörnina og vinna boltan aftur. Já, Elín leysir hérna áfram inn, farið 2 línur. Já, Eydís næstíð komin í gegn. Fínasta skotfik finta hjá henni.
Já, spila Auður. Já. Áfram, láta boltan vinna, ekki stoppa boltan. Þetta málið. Glæsilegt. Auður Brynja. Þetta var negla af gamla skólanum. Já. Já, tveir hægri. Já, vel gert. Vitlaus talning hérna varnarlega. Og útsjónasemi og klókindi. Fundu hérna línuna vel. Já. Já, þá er Íta. Það er allt annað að sjá til okkar stúlkna núna með við fyrstu mínúturnar í leiknum. Það var alls ekki góð byrjun. Já, frábærlega gert hjá Díenu. Ótrúlega vel framkvæmt hjá henni og sendingin mjög góð líka upp völlin. Díana greip hann og tók snögga fintu inn á miðju. 7-5 og Mummi hefur séð nóg og tekur hérna leikli. Já, mig grunar svona það gæti vantað eitthvað í liði hjá Frammu. Það er bara að ná í 14 stig í vetur eins og ég hef oft komið inn á hérna í fyrir leikjum í vetur hjá Víkingsliðinu. Já, náttúrulega eru þessi U-lið það er ekkert alltaf sömu leikmennir leik frá leik. Oft eru hérna kannski einhverju leikmenn að spila með aðaliðinu daginn eftir eða eitthvað, þá er passað upp álag. Já, keyri upp stelpur. Já, þetta er réttu dómur hjá Heklu. Já, 80s kemur hérna aðeins til Mumma. Það er hérna góðar ráðleggingar og ábendingar.
Já. Valgerður hérna stýrir sóknarleiknum. Ég fá svona að hugsa að hún ekkit ósvipuð og Sigurbjörg Jóhannsdóttir. Fyrrum leikmaður Fram sem kom upp á sínum tíma. Spila mér sér sömu treyju hún, spurði hvort þetta sé litla frænkanar. Það eru svona minni svolítið á hana, verð ég að segja. Sibba náttúrulega var frábær leikmaður, frábær karakter. Já. Já, boltan yfir. Ó, frábærlega spila hjá Díönu. Hún er ótrúlega klók þegar hún tekur sér til. Áróra klára þetta vel. Það er bara spurning að setja Díönu aðeins í hægri skittun og þegar hún er svona klók að lesa leikinn og vinna í sig mann og losa hárréttan tíma. Já, Eydís. Það var ekki góð ákvörðun hjá henni. Og þetta var ekki gott heldur, þessi tæknifeil. Allt í góðu, já. En áfram gakk. Þá kemur Brynhildur Eva Thorsteinsson inn á miðuna. Já. Já. Þetta á nú eiginlega að vera vítakast, hefði ég haldið. En dómarinn er ekki á sama máli. Já, hendi komin upp. Og Sara varði vel og boltan yfir. Já, ok, þetta er líka í góðu lagi. Ester Inga keyrir hérna óhikað á vörnina. Ótrúlega áræðinn og direkt leikmaður. Já. Tveir. Það er tveir hægri. Já, Valgerður óöpinn, skýtur hérna rétt framjá. Og vel spila á Díönu. Óöpinn. Hún er með virkilega góðan úlið, hún Díana. Hún einhvern veginn beitir höndinni vel í skotunum og var óöpinn hérna. Já. Sara er bara mætt í hornin. Hún er náttúrulega að spila á móti sínum gömlu samherjum. Veit nákvæmlega hvar þessar stelpur skjóta á markið. Og Áróra Eir skorar hérna gott mark. 10-6.
Já. Arnbjörg Berta keyrir svolítið beint á vörnina, heppin að fá ekki einfallega ruðning á sig. Já, Valgerður með frábært mark, þetta er þræl efnileg stelpa og örugglega bara ennþá í þriðja flokki. Já. Já, Ingu María í markinu var bara mætt hérna í hornið. Já, frábælega gert hjá Elínu hérna á línunni og sendingin líka mjög góð. Hélt blokk vel og kláraði miklu harfylgi. Já, kemur Hafdís aftur inn á 10-8. 6,5 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Já, bara leita færinu áfram. Farar í réttar árásir, hendi komin upp. Já, Hafdís óöppin. Nei, markmaður þarf nú að byrja með hann, Valgerður. Allt í góðu. Já, ég vil sjá okkar stúlku vera með 5 marka fórskot í hálfleik. Það er bara raunhæft, tel ég. Já, keyra upp. Og svo Díana velvakandi, náði gott frákast og skoraði 11-8. Já, þetta er hárrétt. Auður á ekki að missa hana svona frá sér. Bilið milli varnarmanna allt of mikið þarna. Og hún skorar. Íris Anna Gísladóttir. Það var Elisabeth Ósk komin inn á í vinstra hornið hjá framstúlkum. Nei, hjá víkingstúlkum vildi ég sagt hafa. Já, glæsilegt. 12-9. Já, sóknarleikur fram er mjög svona einfaldur sem er alveg að ekkert vera að flækja þetta, enda oft gott með unga leikmenn að láta þá spila svolítið frjálst og láta þá svona finna og fatta að finna sjálfar leiðir, stimpla og spila og færa og allt þetta.
Já. Keyra upp, skilja hana eftir. Hratt og boltan yfir. Horni laust. Yes, glæsilegt. 13-9, vel gert stelpur. Þarna nýttum okkur yfirtöluna vel. Skildum Elínu Ásu eftir. Já. Brynhildur Eva á uppinn hérna. Frábær rykking hjá Áróru Eir. Ótrúlega vel tímasett rykking hjá henni. Virkilega vel spilað. 14-9. Ég talaði um áðan að væri frábært að vera 5 mörkum yfir í hálfleik. Já. Já. Valgeir óuppinn. Já, bara stelpunar hafa spilað vel núna. Bara frábært að vera 5 mörkum yfir. Jón Brynjar tekur leikli. Fáum einhverja góða útfærslu. Vonandi og gott mark. Já, kær og hægri heyrist mér Jón Brynjar verið að segja. Já, Mummi fer í 4-2, bara ánægður með hann aðeins að testa víkingstelpurnar, en Ída einfaldlega labbar í gegn. Já, vel gert hjá Elísabetu. Já, hárrétt hjá Eyþóri Jónssoni. Og Elísabet, fyrrum framari
skorar gott mark. 16-9 í hálfleik. Bara frábæra 20 mínútur. Fyrstu 10 voru pínu erfiðar en bara stelpunar að spila virkilega vel hérna seinni part fyrri hálfleiks. Við tökum okkur hlé og komum að vörmspori.
Já, afsakið mig, ég kom aðeins og seint inn í útsettinguna. Gleymdi mér aðeins 16-10, framstúlkur fljótar að skora hérna upp af leiks. Já, þetta verður vonandi heldur halda stúlkurnar uppteknum hætti. Já, Hafdís Júra með frábæra kappreifingu. En Ingunn María ver vel. Já. Ok, Hornajúki hérna hjá framstúlkum, bolti tilbaka. Og Valgerður Arnalds, að mér vitandi alls óskild Eyþóri Arnalds. Hérna nær ekki að koma knettunum í markið. Já, hörku skot hjá henni. Vel gert. Þetta er virkilega efnilegu leikmaður. Já, Auður Brynja. Ekki lengi að svara hæl. Hörku negla, Eyfisk negla. Og Sara Tjá Reykdal með frábæra vörslu. Já, boltan yfir, einum yfir. Hérna hefði Ída Bjarklind átt að losa hann yfir á Ester. Ester dauðafrí milli 1 og 2. Eða þá Díana í hornið ef að hornamenn hefði komið í hjálpavörn. Já. Ester fór hérna í fintuna sína. Næstu búin að sleppa í gegn. Glæsilegt skot hjá Ídu Bjarklind. Frábær handarbeiting hjá henni. Nær honum í gólfið niður hérna. Átján 11. Já, keyra hratt upp stelpur, sleppa dribli og svo inn á miðju. Yes, glæsilegt. Frábærlega spilað hjá stelpunum. Díana sendi boltan hérna á hárréttum tíma, beint fyrir framann Áróru sem hljóp inn í boltan. Já. Já. Og þetta er víti og 2 mynda brottvísun. Já. Réttu dómur hérna í vítakastinu hjá Heklu. Og Eyþóri dómurum leiksins. Og Íris Anna, henni bregst bógalistinn, skýtur hérna yfir. Já, Jón Brynjar tekur hérna Söru út af, við spilum 6 og 6, ógnarlega. Já, það er alveg spurning um að
Varnarmennir hafa ekki staðinn í teig. Virkilega vel skotið hjá Ídu Bjarklind. Tuttugu 11 og rúmar 6 mínútur búnar af seinni hálfleik. Og Mummi Fúsa hefur séð nóg, tekur hérna leikli, ætlar að messa yfir sínum læri meyjum. Útsendingunni hefur borist kveðja. Það er Bjarki Rafn Eiríksson sem er að horfa á leikinn og er ánægður með útsendinguna. Sendi okkur, mér og tökumanninum hérna skilaboð. Bjarki einfaldlega toppmaður og gaman að hann sé að fylgjast með. Víkingur mikill. Já, það er spurning hvað kemur út úr þessu leikli. Og Valgerður með gott mark. Já, vel stimplað hjá stúlkonum. En þær finna ekki alveg opnanir. Já. Íta opinn. Skýtur hérna yfir. Já. Já. Já, vel varið á Ingunni. Leggst þarna vel niður og tekur þetta. Elín Ása leysir inn og Valgerður með bylmingsskot í stöngina. Og Díana með frábært slút. Nýtir teginn vel og slútar af miklu öryggi. Já, innkast hjá Fram
Sara náði ekki að verja hann. Já, hún náði vissulega að verja hann en ekki að taka frákasti, vildi ég sagt hafa. Já, Brynhildur með fína vinstri, fintu, óöppin skýtur yfir. Frábærlega gert hjá Ester Ingu. Stórkostleg finta hjá henni. Þá kemur Hafdís inn á. Og skorar. Miklu öryggi. Munurinn orðinn 10 mörk, 22-12. Já, keyra upp. Íta fyrir að sjálfsögðu alla leið og skora gott mark. Já, þetta svona, það ekki mikið í gangi á framstúlkum. Já, og Valgerður með glótt undirhandaskot. Þetta leit ekki vel út. Það leit ekki vel út og var og Díana inn og skora gott mark. Já, þetta hefði nú kannski alveg getað verið rautt spjald en ég held að þetta hefði nú ekki verið engin ásetningur hjá ATC. Tveggja mínútna brottvísun kannski fínt svona Salomons dómur. Já, keyra upp. Já, Sara verður að vera miklu sneggri að koma boltanum í leik. Og boltan yfir, allt opið hinum einn. Já, ég vilja fá boltan yfir á Auði Brynju miklu fyrr. Já, Mummi ekki sáttur með Eyþór dómara. Og Arnbjörg Berta skorar. Miklu harðfylgi. Já, hornið og svo áfram yfir og Auður kvot á ferðinni. Líkams og handarbeitingin alls ekki nógu góð. Ég hefði viljað fá hana upp í loftið.
Já, og keyra upp. Ester og Díana með þér. Díana gerði hárrétt, driblaði og gat ekki alveg gefið hann yfir hérna. Og Auður keyrir í gegn. Skora gott mark. Já, það bara hlýtur að vera vanti 5, 6, 7 leikmenn hjá Frambu. Það eru búin að ná í 14 stig í vetur. Það er bara gott með við ullið. Þannig að já. Gott mark hjá Valgerði. Já, Framstelpur komnar í 5-1 vörn. Spurning hvort að þetta kom ekki aðeins og seint. 5+1 sýnist mér á Auði. Já. Endi komin upp. Og verður að koma skot. Og vel varið á Ingunni Maríu. Já, ekki gott skot hjá Valgerði. Og Sara glukkar hérna boltan. Hún er örugglega komið með 12-14 bolta var það. Og Auður aðeins of bráð. Og svo vel spilað og Áróra klárar. Miklu öryggi. 26-14. Já, mjög erfitt kvöld hjá Fram U-stelpum. Það verður að segjast, en eins og ég segði þá náttúrulega er nokkuð ljóst að það er að þeim vantar einhverja leikmenn hérna í kvöld sem er annarkvort frá vegna meiðsla eða veikinda eða stutt í næsta leiki á aðaliðinu og það er verið að spara þá. Já. Já, vel fiskað í Áróru. Hún er, þetta er virkilega
ólseigur línumaður, fína staðsetningar. Og Hafdís skorar. Ingunn ekki langt frá því samt að verja þetta. Já, hárréttur dómur hjá Eyþóri Jónsssyni, selfie-síknum. Þetta bara rauðningur og ekkert annað. Og Auður Brynja með hammer. Þá Rakel Sigmarsdóttir komin inn á, gaman að sjá hana komin inn á. Þá eru allar búin að fá að spreyta sig í leiknum, fyrir utan Önnu Völu í markinu og Valgerði Elínu. Valgerði Elín vildi ég sagt hafa. Þannig að það er hljóta að fá nokkrar mínútur hér á eftir. Já. Já, býtu. Það er einhver reikistefna hérna. Já, Víkingur fær boltan. Virðist vera einhver ólögleg skipting eða eitthvað. Eins undarlega að það hljómar, þá bara náði ég ekki alveg hvað átti sér stað hérna. Já, vel spilað og Díana klárar að miklu öryggi. Já, 9 mínútur eftir af þessum leik. Díana alveg laus, langur bolti upp á hana, já. Já, að gera reyna samt. En vel stólinn bolti hjá Ingibjörgu Evu Baldvinsdóttur. Hún er komin hérna inn á í vinstra hornið hjá Fram.
29-15. Já, Elín Ása virðist hafa fengið eitthvað högg þarna. En fljóta að harka þetta af sér. Já. Þá kemur Valgerður Elín inn á í hægri skyttuna. Aðeins 14 ára í 9. bekk. Bara frábært að sjá hana fá Já, það spurningin hvort að Já, Sara og langur upp á Berglindi, taktu það bara. Nei. Hún hefur bara átt að láta vaða. Berglindi var frí. Já. Ingunn löngu mætt hérna í hornið. Og já. Og Auður Brynja með hörkumark. Þá kemur Emma Brá Óttarsdóttir inn á línuna. Já, ekki gott skot hjá Brynhildi Evu, en að gera reyna. Já, vel spilað hjá Auði Brynju. Valdi hérna hárrétt. Virkilega góð ákvörðun hjá henni, en Becca Adolfs óheppin.
Og Eydís með hörku neglu langt utan á velli. Já, frábær finta hjá Valgerði Elínu. Aðeins á yngra ári í 4. flokki. Glæsilega gert hjá henni. Algjörlega óhrædd. Þetta á Sara að verja, hún veit það sjálf. Já, spilaði brauður. Já, fín yfirhættafinta á Auði. 2 mínútur eftir. 33-17. Já, Emma fær hérna fríkast. Og Brynhildur Eva með gott mark. Já, þetta er bara að klárast hérna mínútu eftir. Vel spilað hjá Auði Brynju. Valdi hérna hárrétt. Já. Og Emma fiskar hérna vítakast. Og Sara verið þetta frábær varsla hjá henni, tæknileg. Og Auður Brynja, hún lítur að vera með 10 mörk hérna í kvöld eða svo. 35-18, frábær sigur hjá stelpunum. Nú þarf að fagna ærlega. Það er eiga það skilið. En já, við bara þökkum fyrir útsendingun á þessum leik og við komum aftur og eftir. Þá verður toppslagur Víkings og HK kallamegin. Ef að HK nær í 1 stig í kvöld þá eru þeir öruggir upp í ólistildina og vinna grillið. Þannig að endilega fylgist þið með á eftir. En við þökkum fyrir í bili.